Hvað? Bara sér að hold keft í tölvuna, sko. Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni, klukkan 8, nú verða sagðar fréttir. Hjá mér Sigurjón Magnús og María Lilja. Við ætlum að byrja á svona framhaldsfrétt sem við höfum verið með. Það eru átök milli verkalýðshreyfingarinnar og stjórnvalda. Það kom ný ályktun í dag inn á Vinnuna, eða Vefur ASÍ, traust og gamalt nafn, mannstu því, tímarit, Vinna. Já. Þetta er svona málgagn þeirra. Já, og þeir eru að krefjast þess að ríkisstjórnin endurskoði áformum jöfnunarframlaginu og örorku sem er inn í lífeyrissjóðina, sem við fjallaðum, þannig ég var bara að benda á þetta. En það er, ríkisstjórnin er byrjað að svara. Hérna er frétt af viðtali við Kristrúnu. Sparnað vegna stillingar bótatímabils nýtist til að virkja fólki í vinnu. Þetta tengist atvinnuleysisbótunum, þar sem á að stytta hámarksatvinnuleysisbætur úr 30 mánuðum í 18 og reyndar gera það erfiðara fyrir fólk að komast inn á bæturnar og hún er að segja þetta sé allt gert fyrir fólkið. Já, það sé til þess að koma inn í virkni úrræði. Já, en fólk á að vera lengur, sko, tekjulaust, í algjöru hallari. Að það verður að gera þeim greiðið eða hvað? Já, það verður að tróða okkur námskeið, þetta er svo þannig. Já, virk er fínt, sko. Já, virkni, já, þetta er svona, virkni námskeið á vegum Vinnumálastofnunar eru svolítið fyndið fyrirbæri. En þetta snýst ekki það gagnrýni verkalýðshreyfingarinnar snýst ekki að sé eitthvað að námskeiðunum, heldur hvernig það er fjármagnað. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar og það er fjármagnað með því að stytta atvinnuleysistíma, þar náður í 6 milljarða að lágmarki og það er það sem er verið að gagnrýna og Kristrún kemur fram og segir að þetta sé raunverulega til þess að bæta virkni námskeiðin. Taka bara tappan úr baðinu og ég held að verkalýðshreyfingin er ekki gera athugasemdir við þessi aukið framlög inn í virkni námskeiðin. En er það? Nei, heldur hvernig það er fjármagnað. Þá að láta atvinnuleysingjarna sjálfa borga. Já. Þetta er eitthvað ekki nógu gott. Inga Sæland sem er félagsmálaráðherra kom í kvöldréttunar og var að verja þetta. Gerði það ekki vel. Nei. Hvað sá hún? Hún sagði að þetta væri bara komið inn í þingið og þetta nú væri komið að leita eftir umsögnum og öðru slíku. En það sem hefur komið fram til dæmis hjá okkur hérna í gær, þegar ég talaði við Sonju Þorbergsdóttur og Höllu Gunnarsdóttur, að í allar þessar breytingar sem eru gerðar bæði á atvinnuleysisbótunum og lífeyriskerfinu, það er ekki gert með neinu samráði við verkalýðshreyfinguna. Og það segir það að þetta sem þessi kalla samráð, þá er það kallar á fund og það er bara tilkynnt niðurstaða. Og hún var spurð þetta og þá segir hún eitthvað svona, nú geta menn komið bara með athugasemdir í störfum í nefndina og þar undir götunum. Finnbjörn Hermannsson var búinn að segja þetta líka saman að bara koma á fund og fullt til ykkurnar, sko. Það var bara dengt framan eða bara þetta er afgreitt. Það er stemmingin og það er út af því sem að verkalýðshreyfingin fer svona upp og aftur fættunar og þeim finnst verið að taka töluvert af sínu fólki. Þetta er alveg fólkið hennar Ingu líka. En ríkisstjórnin er bara fallið eins og lauf á hausti, sko. Já, við spáðum þessu að nú væri góði tími liðin. En þetta varðandi þetta hvort þessi fólkið hennar Ingu, vegna þess að Inga var að kynna breytingar á almannatryggingum. Það sem meðal annars fylgdi með hækkun, það var kerfisbreyting en síðan fylgdi líka hækkun sem var metin upp á hátt í 20 milljarða. Að stóru leyti er fjármagnum þess sótt til annars vegar atvinnulausra og hins vegar eftirlaunafólks og sérstaklega úr lífeyrissjóðum erfiðisvinnufólks. Og þannig að sömuleyti má segja að Inga sé að taka fyrir sitt fólk sem hún lofaði, sem eru öryrkjarnir, hluta af öryrkjum, en sækja það í lágtekju fólk á almennu vinnumarkaði. Já, þetta er alveg ótrúlegt. Herðu, en stærsta fréttin. Sigamilla. Já, stærsta fréttin eiginlega í svona heimspressunni er eiginlega afleiðinga þessast aðgerðir Trump vegna morðsins á Charlie Kirk. Og hérna tók ég nú bara Financial Times til að taka svona bara í heldsama kirkju og hún er með fréttaskýringum það hvernig embættismenn Trump
eru að senda út tilkynningar að það verði ráðist á málfrelsi og tjáningafrelsi fólks. Og tilefnið náttúrulega kemur úr Variety. Það Jimmy Kimmel, hann var rekinn. Og hann rekinn fyrir að ummæli sem hann var með á mánudaginn, sem voru einhvern veginn á þá vegu að hann tengdi morðingja Charlie Kirk við hægri öfgamenn, sem var frásögn sem meðal hans við ræddum í lok síðustu viku, en ég held að það hafi nú verið svona hægt og bítandi að koma betur í ljós að það var eitthvað bara kvittur. En hann talaði út frá því að þeir gætu trútt talað, þetta var nú eiginlega þeirra maður. En það var til þess að hann var rekinn. Þetta alveg ótrúlegt sem að gerast. Já, hann auðvitað farin að stýra öllum stærstu fjölmiðlunum, gerir einhverja milljarða samninga og kærir hægri vinstri. Það var búin að losa sig við einn þáttastjórnanda, sem reyndar ennþá í loftinu, svo sem tók við að Letterman, hvað heitir hann? Ég man ekki hvað hann heitir. Það var náttúrulega Emmy-verðlaun núna helgina. Einmitt, ég fylgist ég vel með. En hann var rekinn og aðferðin sem var notuð við hann var það að það voru móðurfélagið sem átti í sjónvarpsstöðina vildi sameinast einhverju öðru félagi, þetta eru inn í Hollywood, og Trump þurfti að gefa leyfi fyrir því. Og þá var sett skilyrði að hann aldrei fara. Svona stjórnar Trump í raunverulega að það séu allir bara... Þurft að þessi forseti að gefa leyfi fyrir sameiningu fyrirtæki? Já, eða stjórnin, undanþága frá samkeppnislögum, eitthvað slíkt. Og það var bundið því að hann látið fara. Og núna Trump búinn að nefna 2 viðbót sem hann vill losna við og eflaust verður honum að Já, ég held það, og ég held að þóttastjórnendur í Bandaríkjunum séu allir mjög hræddir og halda þessar höndum, það segir enginn neitt núna. Það náttúrulega tilgangurinn. Já. Ræða fólk til hlýðni. Los Angeles Times bendir á að þetta nái miklu víðar, að það eru samtöl morðingjans á svona afkima interneti sem heitir Discord, og það talað að það muni verða tilefni til þess að auka enn frekar eftirlit með öllum svona samfélagsmiðlum og öllu sem að fólk segir, þannig að þið verðið að passa ykkur í frá hvað þið segið, sérstaklega allir ekkert fyrir að falla í Bandaríkjana, að það verður allt saman lesið af einhverju gervigreind og fylgst með því, og það með þeirri hugmyndu það sem verður að koma í veg fyrir ofbeldisglæpi og þá sérstaklega ofbeldisglæpi gegn íhaldsmönnum sem að verið að teikna upp að eins og sé eða borgarastyrjöld hafi verið hafin gegn íhaldsmönnum og hafi... Já, ég held að það sé engin hætt á því að ég fari til Bandaríkjanna neitt í bráð, verandi í grunni fyrir hryðjuverk. Þeir eru bara að spinna ykkur á sögu til að bjúa sér stöðu til að geta beitt ofbeldi, í rauninni. Já, við höfum nefnt þeim dæmi að það var morð 38 held ég á sendiráðsfulltrúa nasistastjórnarinnar í París og það var tilefni til Kristallsnæturinnar þar sem maður var látið líta út og þarna væri hafin einhverjar árásir gyðinga á okkur Ariana og þá var bara ráðist á það og þeir sviptir líðréttindum enn frekar en áður hafi verið og ég meina það er fleiri en við verið að benda á það. Og postbendir á enn liði í þessu og þá er það að Trump-stjórnin hefur núna þegar skilgreint Antifa sem mjög sérstakt vegna þess að það er erfitt að segja þetta sé hópur, tilgreindur hópur af því að þetta er svona lausbeislað fyrirbrigði sem að allir geta raunverulega flaggað og tekið þátt í. Þetta er svo að setja lög á hippana eða setja lög á ég veit ekki, feminista þetta er ekki skýr félagsskapur Nei, þetta eru bara antifasistar eins og nafnið gefur til kynna og ég meina ég held að það hafi fyrst verið að heyrast þannig einmitt í kringum heimsstyrjöldina þegar var verið að berjast gegn fasisma og þá hafi hermenninni verið kallaðir þetta Antifa það var hér víða á Vesturlöndum það eru furðulegar fréttir úr Vesturheimi
Já, en með því að taka svona lausbestu samtök, það sem það er engin í félaginu eitthvað sluðis og þar með eru allir grunar að vera það. Þannig að þú færð alveg rosalega víða möguleika á því að skoða ótrúlega marga. Já, eða bara reynilega sko kippa fólki úr umferði ef það segir eitthvað sem þeir mislíka. Og ég veit ekki, hvað viljið þið veðja á að sé langt í að Vogue movement verði eitthvað sem hryðjuverkasamtök. Þeir eru margir, mann sér það svona oft í þessu, það er verið að reyna að skilgreina sko transbaráttuna sem hryðjuverk. Já, og þá er hægt að nota Vogue sko. Hvort þessi hryðjuverk mér finnst það mjög líklegt. Herðu, þetta var út allan heim fyrir þetta. Ég tek Der Spiegel, þarna er grein ástandi í Bandaríkjunum og fyrirsögnin er sko hefndin er mín. Þannig að menn lýsir svo að hann ætli núna að ráðast á öllum þeim sem og hann er náttúrulega að byrja við höfum sagt frá því, hann rak alla út úr alríkislögreglunni sem ekki hafðu kosið hann, allir í sem voru í stjórnarráðsstöðum, hann hefur hreinsað, hann hefur lagt niður menntamálaráðuneytið, hann hefur hreinsað út heilbrigðisráðherra, hreinsað út alla sem eru fylgjandi í bólusetningum, þannig að hreinsanir eru það sem hann gerir gegn háskólanum, við farið yfir kröfunar sem hann er með gegn háskólanum, að þeir verði eiginlega bara að verða Trump University ef ykkur mann hvað það var, hann reyndi að reka það á tímabili, gekk ekki vel. En þetta er ótrúlegt hvað þetta er gengið langt. Sko, það sem ég sakna svolítið í allri umræðu hér á landi er afstaða ríkisstjórnarinnar til þessara bandalagsþjóðar sem er bara einhvern veginn gjörsamlega gengin af göflunum. Ætlar enginn að segja neitt? Nei. Er það bara svona fulli frændin í partíinu sem svona klípur í alla rassana og... Ég held að þessi að vonast þess að hann kom ekki í okkar partí. Hann er fulli frændin í partíinu. Ég meina hann er svo sannlega hér, þannig að ég held að Þetta er ekki gott. En gagnrýnin er ekki bara frá einhverjum vókustum. Er Independent sem kemur út í Bretlandi. Þeir taka nú bara það sem að Tucker Carlson var að segja í þættinu sínum í gær. Að hann er að dregur upp þessa sömu mynd að Trump sér vilja ráðast á stjórnarskrárabundinn rétt fólks til tjáningar og málfrelsis. Þetta var líka umræða bæði í Kastljósinu, það var að Bergur Ebbi, framtíðarfræðingur, var að tala þar, en þeir komu inn í fréttatíman á Stöð 2. Hermann Nökkvi Gunnarsson sem er blaðamaður á Morgunblaðinu og Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir að ræða þessi mál. Mér fannst eitt skrítið að Erla Björg sem er fréttastjóri spurði einhvern veginn svona, finnst ykkur ekki skrítið að það sé verið að þrengja málfrelsi eftir morðið á Charlie Kirk sem var mikill talsmaður málfrelsis. Ég myndi ekki orða þetta svona. Charlie Kirk hélt út í löngum listum af fólki sem hafði sagt eitthvað í háskólum eða í kennslu þar sem að vera að hvetja sitt stuðningsfólks til þess að kvarta undan þeim, reyna að hrekja þá úr starfi og öðru slíku. Þannig mér finnst skrítið ef að það er bara orðið almennt viðurkennt á Íslandi að Charlie Kirk hafi verið einhver engill málfrelsis. Og það byggir bara á því að hann var með svona áskoranir, hann skoraði alla að koma og reynda að rífast um mig. Þetta er kallað burtreiðar, þar sem hann hitti fólk svona á velli, en hann reyndar mætti á umræðu þætti hjá andstæðingu sínum svo kvölduðum, þannig að sömuleyti var hann hugaður í þessu, en ég myndi aldrei kalla hann sem einhvern sérstakann riddara málfrelsis, ekki að grafa undan fólki fyrir hvað það segir. Ég vissi nú ekkert hver sem að var fyrir að var búið að skjóta hann, Nei, það er nefnilega, það er svo merkilegt að hans svona, hvað ég var að segja, algoritmin, algoritmi þeirra sem að náðu Charlie Kirk. Þetta er svona kynslu, þetta er komið fram að þeir sem eiga unglingspilta svona á 15 til 18 ára, að ef það var svoleiðis, það farði í núlingaherbyggið og spurði hann hver Charlie Kirk er, það vita allir. Ég talaði við son minn í dag og þá var hann að segja, ég vissi ekki hvaða maður þetta var. Hann er mínum aldrei. Svo spurði hann son sinn sem er 18 ára, hann vissi upp á allt. Já, einmitt. Svona er þetta. Og þetta er náttúrulega hugmyndaheimur sem að
er inn í unglingaherbyggjunum og er hluti á okkur samfélagi og við verðum einhvern veginn að adressa. Ég var eitthvað reynað hérna í gær með því að tala svona kristnina sem er á bak við þetta og við munum halda að reyna áfram að reyna að skilgreina hvers konar hreyfing þetta er sem er í kringum þetta nýja hægri. En meðan slik eitt sem að Hermann Nökkvi Gunnarsson sem er nú hérna mjög hægri sinnuðu blaði, Morgunblaðinu, hann lýsir þessu í þessu spjalli þarna í fréttunum að þarna séum við í gangi mikil ofbeldisalda gegn hægrimönnum. Og við höfum oft bent á það hér að ef þú skoður ofbeldi í Bandaríkjunum þá verður það stærstu hluta frá hérna ysta hægrinu. Þannig það er eiginlega, hann gengst inn á það, blaðamaður Morgunblaðsins, inn á Trump stjórnarinnar að það sé sérstakar árásir okkur og sérstaklega varaforsetinn sem að talar þannig að við þurfum að taka upp varnir. Elon Musk talaði það á fundi í London helgina að við, sem er þá hvítir miðaldra kallar líklega, þurfum að verjast af því það er ráðist á okkur. Þetta er skrítið hvernig svona uppstilling rennur bara inn í íslensku umræðu. Ég þetta hérna fyrir þórum áðan hjá Sín. Ég var alveg gátt á hvernig maður talaði. Hann Nökkvi. Mér finnst þetta bara ekki passa við neitt. Hann var eiginlega að tala svona mesta slaufun og mesta ógnin í umræðu á Íslandi sé hvernig var tekið á Snorra Mássyni. Veistu það, mér finnst þetta svo furðulegt af því að mér langar svo að skilja þennan veruleika. Ég er svo, ég er mjög forvitin. Ég einmitt, það svona, hvernig einhvern veginn fer allt hitt, öll mín veröld framhjá þessu fólki. Við höldum áfram að fjalla þetta því að eins og ég var að benda á hérna, það var eiginlega sama hvert þú ferð í heiminum að þetta er eiginlega megin umfjöllun. Þetta er stærsta heimsfréttin er að málfrelsi í Bandaríkjunum sem er nú oft kynnt sem forystumenn frjálsu þjóða. Það er að falla as we speak eins og sagt er. En það er frétt á Vísi helmingur nýra íbúða er ósettur. Þetta er nú bara frétt úr HMS og ég tók nú graf bara upp úr skýrslu HMS Þetta er nú kannski alltaf lítið fyrir ykkur, en höfuðborgarsvæðið, þið sjáum þetta, línuna sem að skýst þarna upp, þetta eru 2 línur. Feitari línan er sölutími á eldri íbúðum. Mjóa línan er sölutími á nýjum íbúðum. Og við höfum oft fjallað þetta að bara nýjar íbúður hafi ekki selst og þið sjáu hversu hratt þetta gerist, að það bara nýjar íbúður seljast ekki neitt. Þegar ég var að labba hérna upp yfir undirbúa fréttina, þá var ég að hugsa að því ég labba hérna fram hjá Heklureitnum. Sko það er eitt sem að þetta er gaman að spyrja einhvern sem að við bara ekki, ég finn eitthvað til þess að spyrja einhvern næstu dögum. Lessa, ég skal svara hann. Ég skjóti bara. Það sem að sko almenningur hefur ekki átt efni á að kaupa nýjar íbúðir árum saman. Og það hefur sést á því að þessi 70-80% af öllum íbúðum hafa farið til þeirra sem eiga íbúði fyrir, sem annarkvæmt stór fyrirtæki eða bara auðugt fólk sem er bara að bæta við þessum íbúðum. Núna það sem við sjáum allt í einu hætta nýjar íbúðir að seljast, það er vegna þess að þessi markaður, að svo spá braskarana að það sé gott að geyma peningana sína í húsnæði, þó það sé svona dýrt, að það er búið að mettast. En það að almenningur hafði ekki aðgengi að nýjum íbúðum, það gerðist fyrir 3 árum. Þannig að mér finnst að við þurfum að fá eitthvað til þess að útskýra þetta. En ég tók aðna graf fyrir ykkur að þið finnst gaman að þetta var graf stýrivexti, þessar kassar inni það ég setti það inn eftir á. Þannig að það var birt þetta er raunstýrivextir Seðlabankans og ég setti inn Seðlabankastjórana þannig inn. Lengst til hægri er Ásgeir, við sjá hann er ýmist upp eða niður. Síðan kemur Már sem að verið svona hafa haldið sjó. Og svo kemur hann normaðurinn Sven á milli, ég setti hann ekki inn og svo Davíð. Það er maðurinn sem hefur haft hæstu stýrivexti í Íslandssögunni, Davíð Oddsson. Línan sem ég dreg brotalínan, er stýrivextin eins og í dag. Þið sjáuð að þeir eru að sjaldan verið hærri. Það bara gerðist á tímabili þegar Már var að hækka stýrivextina. Þegar ferðamannabólan var að byrja, þá fór hún einu sinni þarna yfir. En annars hefur bara Davíð Oddsson verið með hærri raunvexti stýrivexta. Já, alveg vel það. Mikið þarna hjá félaga Davíð Oddssoni. Þannig ef ykkur finnst Ásgeir vera svínslegu við ykkur, þá pakki ég bara fyrir að við höfum ekki Davíð Oddsson. Við lifðum hann af, sko.
við lifðum þann tíma af, sko, þegar hann var. Það voru margir sem mistu íbúðina sína, sko. Jó, reyndar alveg. Þetta er sárt fyrir mjög marga. Það voru 12.000 fjölskyldur sem mistu íbúðina sína. Hann svona, einmitt, marka ansi djúp spor í húsnæðis. En hann hefur aldrei tekið ábyrgð á því. Nei. Hann hefur aldrei tekið ábyrgð á því. Herðu, það er frétt frá MBL sem tengir þessu, því að það verið að tala að ég heyrði hagfræðing HMS segja að eina ástæðan fyrir því að íbúðir seljast minni að fjölgun íbúða hafi verið hægari heldur en var ráð fyrir gert. Þarna kemur þetta fram í svari Ingu Sæland, félagsmálaráðherra, Rósa Guðbjartsdóttir að spyrja hana íbúða fjölgun á höfuðborgarsvæðinu og þá kemur fram á 10 árum hafi 45.000 manns bætt við höfuðborgarsvæðinu og séu orðni núna mann ekki 250, við erum bara nálgast 250 á þessum bletti Ég hitti nefnilega mann í dag sem sagði að Íslendingar ættu að reikna með því að okkur myndi fjölga miklu meira hér og hann var að spá fyrir miklu meiri umferð á Keflavíkurflugvelli. Það voru komið fleiri flugfélög sem voru að nota þetta og sömuleiðis var Keflavíkurflugvöllur að ferðast einhver svona aukningarkurvu sem að margir flugvellir hafa farið áður að við ættum að reikna með mikilli aukningu túrista á næstunni og þyrfti vera mikla innviða uppbyggingu á Íslandi, fyrst og fremst hér og á Suðurlandi. Og hann var að kvarta yfir því að við verum að ræða það að setja göng á Fjarðarheiði þegar við ættum að vera að tala Sundabraut, ættum að vera að tala tvöföldun Hvalfjarðargangana, við ættum að tala innviða uppbyggingu þar sem að fjölgunin sem mest. Og breiðari vegi bara strax fyrir austan Selfoss. Já, það tók það líka og alveg suður eftir öllu. Og það er það að vera að reyna að færa ferðamennina norður. Þeir mun fjölga á Suðurlandi og norðrið mun kannski fá meiri hlutfallslega fjölgun af þeim sem að fara fljóta yfir. Það er miklu klókara heldur en að vera að reyna að beina túristunum sérstaklega norður. Við ætlum að finna einhverja leið til þess að fjalla aðeins um þetta. Við ætlum að fara til Gaza, það er náttúrulega sami hryllingurinn. Já, þetta er bara, það eru svo sem ekkert nýtt í ástandur á Gaza. Þetta er bara alltaf sama ógeðið, það er bara verið að fletja þarna út miðborg Gaza. Þetta er ómanneskjulegt alveg, þetta er vont. Einmitt, en það er samt svona, eins og við höfum verið að tala það er svona nýr tónn hefur verið sleginn í. En það er ekkert sem breytist á Gaza sjálfu? Það er ekkert sem breytist, nei, og það er einmitt málið. Ég veit ekki hvort að þið sáu það sáu þau kannski ansi margir, það var svona, ég horfði á svona myndband svona á Instagraminu mínu í gær og það var eitthvað svona ný tegund af hrylling. Það var eitthvað svona ný tegund af hrylling sem að eitthvað sem við treystum okkur í til þess að birta hér. Og ég veit ekki alveg. En ég hugsaði með mér á meðan ég horfði á þetta myndband hversu ofboðslega aftengt ég er orðin eftir að hafa hort á þetta í 2 ár. Á hverjum einasta degi hort á svona myndband og ég hugsaði það sé partur af hernaðinum en það var öryggisráðið það kom saman. Það er frétt frá Sameinuðu þjóðunum. Já, bara núna rétt í þessu. Þetta er reyndar held ég sé frétt að meðan að Já, þetta var rétt fyrir. Og ég gíska á að Bandaríkin hafi beitt neyðarráði. Þau gerðu það sannarlega og það með látum. Fulltrúi Bandaríkjanna hélt þrumræðu bara hversu andstyggileg þessi tillaga af vopnahlé væri. Jú. En þetta er bara að kljúfa heiminn. Já, við erum að tala um þetta. Vonandi mun heimurinn höggva af sér Ísrael og Bandaríkin. Já, ég veistu það að ég meina af þeim. Það er bara brot af heiminum sem maður lætur svona. Já, ég veit það. Ég segi það er bara Bandaríkin er ansi sterkastu í hins málum. Ég vil bara hafa neitunarvald. Það eru 15 lönd í öryggisráðinu. Það var eitt land sem einhvern veginn kaus gegn þessari tillögu. Þetta voru Danir og Sómalar og Kórea og þessi lönd sem að Danir alltaf með að ætla að segja því að þeir hræða svo að annars taki Trump að þeim Grænlandi það. Já, nei, Danir lögðu fram tillöguna. Lögðu fram tillöguna? Já. Og þeir hafa alltaf oft þar við erum eiginlega djarfari heldur en Danir í þessum málum öllum. Já, einmitt. En hún var nú ómerk í máli, danski fulltrúin, hún talaði að þetta væri nú hingað ekki lengra. Þetta átti að vera algjört stopp og aðgangur að mat og hjálpagögnum
og hérna losun gísla. Rauðaborðinu eftir þá talaði við hann Ragnar Baldursson sem er búinn að búa lengi í Kína og er Kínasérfræðingur, stjórnmálafræðingur og er að tala um hernaðaruppbyggingu Kína og hann er að tala um að það sé bara innbyggt inn í kínverska, segi ekki þjóðasál, það er ekki alveg rétt að segja það er bara innbyggt inn í kínverska menningu að reyna að halda friðinn og mikill vilji á Kínverjum að viðhalda kerfi Sameinuðu þjóðanna. Og kannski verður það eina sögunum sem við erum að sjá á næstu árum þar sem að Kínverjar munu reyna að byggja upp alþjóðakerfið sem að Trump og Bandaríkjamenn eru að ganga frá því að þetta náttúrulega gengur ekki að hafa þetta eins og þetta er núna það gengur ekki og þá verða Bandaríkjana að vera utan Sameinuðu þjóðanna. Já, bara lýsa þeim úr Sameinuðu þjóðunum. Já, þú veist bara, hafa ykkur af það breytingar en þeir bara hætti, ef þeir fá ekki að hafa neiturlög, þá hætta það líklega, þannig að það verður bara fínt að hafa þannig. Við höfum í það. Rauði kross Íslands, hann sendi stjórnvöldum loka viðvörun, ég veit ekki hvað, þetta er bara dæmi það hefur verið að auka alltaf þrýstingin á stjórnvöld á íslensku. Já, og það er bara mjög nægilegt að sjá samtök og stofnanir taka hendur saman við það að þrýsta á íslensku stjórnvöld því að ennþá hefur lítið verið gert. Já. Hérna er í ítölsku pressinu sem er svona dæmi það svona hvernig tónnin er að breytast að þarna er verið að tala hann Smotrich ráðherra sem er að tala að Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn ætla að skipta með sér glæsilegum landareignum á Gaza og hann segir þarna við stefnum allsherjar útrýmingu og ég er tilbúin að vera böðullinn. Ég hef hugsað þetta þegar ég var að sjá þetta að hann hefur verið að segja þetta meira og minna sko. Já, hann er búin að segja þetta allan tíma. Já, en þetta hefur ekki verið sagt frá þessu í svona þetta er svona dæmi það að meginstraumsmiðlarnir í Evrópu eru svona farnir að segja sko hvað er raunverulega að gerast. Herðu, en þetta mál tengist inn í stjórnarmynduna viðræður í Noregi, hérna er frétt frá Klassikampinn sem er blað sem er með góða tengslu við Rautt. Þetta fjallar ekki Rautt, heldur er þetta samningaviðræður á milli sósíaldemókrata eða verkamannaflokksins og sósíalíska vinstriflokksins sem er svona systurflokkur VG líklega. Sósíalíski vinstriflokkur gerir kröfur það að olíusjóðurinn hætti öllum tengslum við Ísrael og það stendur eitthvað í verkamannaflokksins að gera það. En þetta er úrslita. Var ekki olíusjóðurinn eitthvað byrjaður? Við byrjuðum með Caterpillar og við hefum satt frá ýmsum dæmum með þetta. En þeir vilja það gangi bara mjög langt í þessu og það eru samningaviðræðurnar. Þannig að það högtir í myndur nýrra ríkisstjórnar í Noregi út af þessu máli. RÚV var eitt miðlað með frétt að það var maður sem fór á heimili fjölskyldu í Hafnarfirði og braut á barni. Löggan kom á handtókan og sleppti hann daginn eftir. Það er ekki rétt. Hvað er það? Löggan kom og tók manninn og sleppti hann daginn eftir. Já, svo var hann úrskurðaður í gæsluvarðhald. En dómarinn féllst á mikið styttra heldur en löggan vildi. Já, það bara örstuð. Já, og svo er hún sleppt út í gær. Akkur heldur það sé? Ég veit ekki, þeir segja því að löggan segir það að ég ætla að fá að giska. Þetta er ekki fyrsta svona málið sem að þeir fá ekki þann tíma í gæsluvarðhaldi sem þeir óska eftir og telja sig þurfa. Þessu María, þú með kenningu að hverju? Já, því hann er íslenskur. Ég ætla að fá að halda því fram. Hvað? Því hann er íslenskur. Þá er hann ekki settur í gæsluvarðhald. Hann var settur undar í gæsluvarðhald. En skemmur hann Herðu, viðskiptaráð áttir nú fréttir þetta var frétt sem þetta er uppáhaldsráðið þitt. Þeir eru duglegir í því að þetta var aðalfréttin á morgunum. Það er falleg mynd af Tryggasvæðinu. Þeir hafa verið að lita á skýrslunni. Þeir eru sem sagt með þessi litabók. Þeir eru með skýrslu og hún var aðalfréttin í morgunum og hún var aðalfréttin mjög víða. Viðskiptaráð er alveg sama hvað þeir senda út og þeir eru með graf í þessari skýrslu sem er svona, ef við finnum olíu, ef við finnum enga olíu, þá græðum við, af því að þeir sem er að leita á olíu, að þeir þurfa að borga skatt og hafnargjöld og eitthvað svona. Þá græðir þú, Sigrún, 3.000 skall á mann. Og ef við finnum litla olíu, þá græðir við 21 milljón. Ef við finnum svona millistór olíu, þá 77.
og ef það stór olíufundur þá 102 milljónar mann og mér finnst það svolítið fyndið. Hvernig hafa ég fundið út úr þessu í viðskiptaráði? Þetta var líka þetta svo aukastafur bara. Nákvæm eins og ávöxtun var með getum við aðeins fengið að sjá hérna þessar myndir aftur grafið og sko ég held að það sé eitthvað sálfræði hérna bakvið þetta sjáu ekki hvað þetta eitthvað svona glatt og fallegt og saklaust og svona draumkennt Veitu hvað þetta mikið hérna eða stór olíufundur þá væri þetta árlegar tekjur ef ég skil það rétt 40.000 milljarðar Nei, það heildarmagnið, 40.000 milljarðar. Hvað gerum við hérna 40.000 milljarðar? Spurðu Sádi Araba eða spurðu Norðmenn? Ég veit því að það ekkert eins og... Norðmenn fjárfesta í ýmsu í Ísrael. Einmitt og Sádi Araba líka. Herðu, en það var þetta var rætt inn á þingi og þá var orkumálaráðherra sem líka umhverfisráðherra. Hann var ekki alveg að taka undir þetta. Það voru miðflokksmennir búin að taka þetta upp á sinna arma eins og við bentum á í gær. Sigmundur strax byrjar að deila út peningunum. Já, og hann segir að til Panama þá? Finnum olíuna, þá burtum við verðtrygginguna. Bara allt. Já, verðtryggingin og kannski það sem Meðan við það sem að viðsýðar var að segja, þá getum við eiginlega bara fellt niður tekjuskatt. Þetta verður svo gríða, við erum svo rosalega rík. Já, veiðigjöldin allt. Herðu, Trump í Bretlandi. Já. Hann hélt blaðamannafund, hann hitti Keir Starmer í dag og ég las það í einhverju fréttum að Keir Starmer hafi komið ágætlega út úr þessu fundi. Hann komst lífs af, var sagt, að þú veist að ef þú heldur sameiginlega blaðamannafund með Trump, þá ertu í stórkostlegri hættu að þú veist að verða bara að allagi. Og það sem að Trump sagði hann var að ráðleggja Keir Starmer, að þú veist bara að kalla herinn út af þessum innflytjendum og fljúa yfir Ermarsundið og skjóta niður þessa báta eins og ég geri við bátana frá Venezuela. Hugsaðu þér. Þetta bara, svona það. Já, svona það. Ekki það að þetta alveg gerst í Ermarsundinu og víðar, sko. Það skotið á báta og það hefur alveg verið sagt frá því. Og það þegar við séum fréttir að því hvernig þeir fara með þessa báta frá Venezuela, þá bara skjóta þeir og þeir eru bara flak á eftir. Þeir drepa allt sem kvikt. Það hryllilega. Fljúa bara yfir og drepa það. Já, það illa að fara með fólki í þessum heimi. Herðu, ég tók af því þið er svo gaman að gröfum og tók ég skoðanakannana YouGov sem er með þetta sem sagt rauða línan þeir sem eru óánægðir með ríkisstjórn Keir Starmer græna línan þeir sem eru ánægðir og 17% þessi grái sem yftu öxlum. Það 72% sem eru ósáttir við þessa ríkisstjórn. Það er og 11% sem eru ánægðir með hana. Skemmtilega þessi sveifla þarna. Já, þetta nær, þið sjáu þetta nær alveg til 2011, þetta fer alveg í langa leiðir. Eini sem hefur náði að vera með grænulínuna ofar heldur rauðulínuna Boris Johnson, stutt eftir að hafa kosinn. Svo sjáu þið að hann lendir í COVID og það verður mikil óvinsendir. Svo kemur þessi hryllilega óvinsalega ríkisstjórn Íhaldsflokksins og svo kemur svona smá högt þegar fólk hefur smá vonum að með Keir Starmer komi eitthvað allt annað, en svo von var bara... Hún dó á nokkur vikum. En ég held að verðum að hafa þetta í huga þegar við erum að tala til dæmis viljuðu þjóðir sem að Keir Starmer að standa fyrir. Að þetta náttúrulega menn sem að hafa raunverulega ekkert umboð að heiman. Að vera með 11% stuðning í þjóðinu og vera að reka samfélagi, það bara ekki hægt. Nei, það gengur ekki. Herðu, en ég tók að því ég var inn á svona síðu, þá það svona tengist ungu fólki, svona kjörum ungs fólks. Að það spurning þar sem að fólk spurt hvort að telji að námið borgi sig, fólk sem er í háskólanámi. Og 2/3 segir það borgi sig ekki. Og ég er með grafið af þessu. Og það eru 66% sem að segja að þetta nám skil engu. Þetta er náttúrulega einhver uppgjöf og það er eitthvað að. Já, en þetta er svolítið svona, ég meina, forsendurnar á því að sækja nám er ekki þekking heldur bara þá... Hvað? Þá er það að tala bara í peningum. Já, er þetta bara svona... Er það peningum? Já, bara hvort það myndi borgar námið sig og þú svarar því bara. Væntanlega, ég var bara klárari. Myndi ég svara allavega. En þetta ef við höfum tekið þessa spurningu fyrir 30 árum eða 60 árum og þá svörum við allt önnur. Fólk hefur talið að væri verið að bæta lífsitt með því að vera í skóla og það er ekki verið að versna
Nei, nei. Herðu, það var frétt sem að var í gær sem að við tókum ekki, það var svona langar listi í gær að við tókum ekki allar. Það er nýbúar fæðast í nikotín frákvörum. Það er erfitt að átta sig á því hvað er þetta stór hópi, þetta hefur gerst og þetta er bara mikið vandamál. Mæður sem reykja á meðfengið? Nei, aðalega nikotínpúðar og svoleiðis dót. Já. Og sem að fólk kannski heldur að sé ekki reykingar, en fóstrið verður náttúrulega háð nikotíni og svo fæðist það og ekki gefur því púða, en svo móðurinn heldur áfram á púðanum. Þannig að nýfædda barnið þarf að fara í gegnum eins og hægt að reykja. Hafið þið pröfað að hægt að reykja? Já. Það er svolítið álag. Já. Það getur verið það. En ég veit ekki, heldur að fólk gerir sig ekki grein fyrir þessu, eða? Með púðana, það er svo svakalega mikið nikotín í þessum púðum og eins með veipinu. Ég hef nú einhvern tímann verið með það doktor í lýðheilsu og hún útskýrði þetta svo vel fyrir mér að í einu svona veip, hvað við að segja, einu svona sogi, þá Svo 4 sígarettur. Já, það getur bara verið eins og pakki, sko. Eins og 3 palmal. Akkurat, og það er sama með púðana. Púðarnir eru svo svakalega sterkir að þú ert að taka inn svo mikið nikotín að þú verður alveg svona brjálæðslega háður. Það er allt sterkara í unga fólkinu núna, sko. Grasið er miklu meira hass í grasinu núna heldur en var þegar þú varst ungur, sko. Þú erður alveg út úr skakkur eða þú myndir að reyna að reykja núna. Já, það er seint að fara í það, sko. Herðu, RÚV er með frétt að fækkar í hópi trúara. Þetta er svona spurning sem að Gallup sendir. Nei, byrju, hérna kemur önnur, fyrir ekki menntaða konur. Svo bara taka það. Ég tók þetta nú bara með það því að ég hef með svo fínt spjall við, þetta er Ari Klengur þarna og þá sem stóðu á ráðstefnunni var með henni í gær. Hvet fólk til að fara inn á YouTube og hlusta á spjall mitt fæðingartíðni. Mjög áhugavert spjall. En RÚV var með frétt að fækkar í hópi trúara, það er kannun sem að Gallup gerir reglulega. Og það er svona smávægilegar breytingar þar. Það er graf sem að fylgir þessu, sem að 41% sem segist vera trúaðir, sem er nú slatt í póka. Já, það sagði biskup. Hún var mjög ánægð með þetta. Það er 41%, sko. 23% segist að vera trúleysingjar, sem er þá heittrúa trúleysingjar. Því að það er búið upp á að segja ekki trúaður. Hvað myndir þið setja? Ég er í miðsúlunni þarna. Já, ég veit ekki. Ég veit ekki vel hvað það þýðir að vera trúaður eða ekki trúaður. Þetta er bara svona, þetta er svo persónulegt. Biskup talaði með það sem er sérstakt í þessu könnun sem mætti kannski vekja athygli á, að það eru aldurshópurinn 18 til 29 ára því að 18 ára og yngri er ekki spurðir. Og þá er mikil skipting, það er eiginlega það sem er markverðasta skiptingin, það er á milli kynjana þar. Það eru 34% stráka, segjast vera trúaðir. Já, ég má kalla það alveg upp í 29 ára stráka, og 21% stelpur. Munurinn er hann 13% stig. Þannig að við getum ímyndað okkur þá að 13% strákana eru trúaðir. Og það er kannski hópurinn sem við gætum fara að tengja við þetta nýja hægri í Bandaríkjunum sem er inn í herbyrgjunum að hlusta á Charlie Kirk og félaga. Já, ég veit það samt ekki þetta inn í bara þjóðkirkjuna, hún er nú svo fín. Nei, ég er að segja þú veist að af hverju eru strákar trúaðri heldur en stelpur? Sko, ég held að það séu alls konar ástæði fyrir því, kannski bara vegna þess að þeir eru svolítið einir, þeir eru leitandi. Það vantar félagskap og þetta er eiginlega bara það eina sem er í bróði. Fyrirmyndirnar suma líka. En svo er það auðvitað líka það. Það er íhaldsemin og... Þeir er alltaf að tala um það er sumið hverju, tala við almætti bara þeir hlaupin á völlin og krossa sig og signa. Þetta er svona tísku fyrirbæri, eitthvað svona fara aftur í eitthvað svona gömul gildi og fara í kirkju á sunnundum og svona. En já, það er en ef maður tekið þetta sé allt saman svona Charlie Kirk og félagar sem hefðu þetta áhrif á þetta, að þá hefur þetta áhrif á svona 8. hvern dreng sem er þá þetta sem er að færa til umræðun í samfélaginu. Það er 8. hver ungu maður sem við erum sífellt að tala um hennar hóp. Já, við ættum að vera duglegri að spáða mitt í svona tölum og framtíðinni. Herðu, hérna er frétt á RÚV strandveiði. Já,
einmitt. Þetta formaður félag strandveiðimanna, eða ekki? Já. Jú, herðu, hann Kjartan? Kjartan, einmitt, hann nú komið svolítið oft í engir. Já, ég minnst að tala við mömmans. Já, hann sem sagt að lýsa þessu yfir bara með fiskveiðistjórnununa og þessar botnveiðar þarna. Byggðakvóta núna, það ekki? Jú, sem sagt, jú. Jú, það er bara óljós hvað verður úr þessu, þannig ég held að strandveiðimenn ég reikni með því að þeir fái loforði efnt sem að þeim var lofað í fyrir sumarið. Það átti að afgreiða frumvarpi sem að myndi tryggja þeim það að geta verið þessa 4 mánuði út enda. Það var slökkt á tímabili núna bara í byrjun ágúst, ekki? Já. Þeir hafa væntingur að vera alveg maí, júní, júlí, ágúst og fá að vera er ekki 4 dagar í viku. Jú. Fá að veiða sín 765 kíló eða hvað það var. Já. Ég menna það ekki alveg, ekki rugga með það. Það sé nú bara stjætt 700 en alltilega. Já, ég vildi, koma því að því að hann Kjartan talar um það í þessari grein og aðsendir grein á Vísi í dag að hann er að ræða 30%. 30% verndun hafsvæða fyrir 2030 sem ætla að venda fyrir til dæmis botnvörpu. Já, dragnótin eða snurúin aðalega. Vissu þið að það væri svona mikið kórallar við Íslandsstrendur? Það hefur verið oft sagt frá því í fréttum sem verið eða líka. Ég vissi það ekki. Ég sé það líka. Ég var nú að sjó í morgun. Ég hefði mig enga grein fyrir því að þetta væri svona... Kannski eyðilegur marga kórala. Þetta eru risavaxin kóralrif og þau eru sjálflýsandi. Ég heyrði það því daginn. En á þeim tíma var aldrei verið að tala eitthvað svona, sko. Þetta svona, við hendum ruslunni bara í sjóinn. Það er herrvæðing, Rúvar með frétt sem var eiginlega framhald af frétt sem við höfum verið búin að fjalla sem eru kaupa Dana á langdrægum eldflugum. Þeir eru auka mjög íbúnað sín og sérstaklega á Grænlandi og það er svona Rúver að fjalla þetta í framhaldinu og benda á að hér sé markmiðið að koma á stöður í dvöl herliðs og heræfingum og það sé hluti af fælingamátt Íslands. Þetta herstöðu andstæðingar hafa haldið því fram í áratugum saman. Að þetta sé akkurat þveröfugt. Því meiri hernaðsjónum á Íslandi, því líklegra er Ísland verið skotmark. Þannig með skrítið að svona fréttaflutningar sem fer alltaf í gegn án þess að andmælinn heyrist, sko. Það var aldrei heyrt segulstöðablúsin eftir Tóra Neldjón. Nei, þetta er aldrei sagt, sko. Það er alltaf talað að aukin hernaður auki öryggi. En hitt, ég er ekki að segja að rúfstur að vera bara alltaf með öfugt sjónarmið en minnst alltaf að það heyrist annars lagið, sko. Sigurjón, þú varst í Garðabænum. Varstu var við það þegar þið keyrðu henni gegnum Garðabænum daginn? Nei, þetta er samt ekki langt frá með maður. Við förum oft undir Hafnarveginn þarna, ég og lópið minn. Já, mér hefði nú brugðið svolítið ef ég hefði mætt alltaf þessu skriftrygum. Eitthvað komið fyrir þarna. Það er bara... Það er 8. september, það voru mótmæli í Frakklandi. Hérna er frétt frá Le Monde sem er svona ekkert sérlega, finnst þetta ekkert merkilegt. Það voru 506.000, mjög nákvæm talning frá löggunni og ég held að það hefði verið bara 55.000 í París. Og þetta er svona, Le Monde er svona frekar hægri sinnað. Liberation með sömu frétt segir að hérna hefði gengið frábærlega. Það hefði verið stórkostlegu sigur fyrir vinstrið að þarna hafi tekist að búa til farveg fyrir reiðina í samfélaginu. Svona getur fréttina að vera ólíkar. Já. Já. Frá sama máli. Já. Herðu, hér er frétt dauðan sel. Er það frétt, Sigrún? Já, þetta er sko svona enginn að gera. Þeir voru skotnir. Æ, greið. Þetta er ekki fallegt. Maður er að geta það sem maður skýtur, ekki? Já. Ég hef sé menn borða selspík og það er bara, ég fæ enn bara hilling í mig. Ég hef heyrt að selshreifarnir séu vestir, því að það er svona eins og að naga af hérna svona barnsönd. Sko það er létt. Þið er ekki á ströndunum? Jú. Er það á ströndunum? Já. Nú hefur það borðað gónu? Nei, alls ekki. Nei. Það er selsvið af því að það gónir á mótur, það horfir á mótur og kallar gónur. Herðu, í Selfoss er að rísa upp að verða Reykjavík, hættu bítandi. Já, það er bara þannig, það er bara að byggja upp það sem við höfum mist hérna í Reykjavík. Og það eru einhver sögufræg hús, ég þekki það nú ekki á þessum myndum.
Nei, hafið þið farið þarna? Nei, ég hef ekki. Nei, ég hef farið þarna. Já. Ég borðaði í mathöllina þarna með þess að. Já, það er ágætis matur þarna, en þetta er svolítið svona eins og Disneyland. Ég hef ekki komið í Disneyland. Það er ekki mikið mús. Það er ekki mikið mús. Þímpart, hérna svona. Já. Herðu, það er frétt að þið geti ekki borgað bændunum fyrir ullina. Já, sko, þá segja þeir, sko, á sama tíma, það hefur aldrei verið meira prjónat. Ullin er notuð alveg bara allan heim, en hún er það verið lítill að það er ekki hægt að borga fyrir hana. Verður það að skýra þetta? Hvernig er þetta að skýra þetta? Ég ætla ekki að reyna það. En hérna, sem sagt, þeir sem fá ullina, þeir til þess að ekki geta borga fyrir hana. Þeir þurfa náttúrulega vinna úr henni. Vilja fá hann ókipis? Já, er það ekki vegna, það er hún ekki öll send út, er það ekki orðið þannig? Hún er ekkert verkuð þegar lengur. Já, heldur að við kaupum svo lopan til landsins aftur. Já. Nei. Túristabúðina kannski? Nei, hvað heitir fyrirtæki sem að... Þú finnur út úr þessu, kemum við þetta í næsta fréttatíma. Við sláum botnið fréttina núna. Eftir viku verið komið með þetta. Sigurjón og Marja Lilja, kæra þakkir. Ég bendi á að rauðaborðið er hérna framöndan, hvet ykkur til að hlusta á það. Ef þú ert að horfa á YouTube eða á Facebook þá verður að finna nýtt streymi, við ætlum að slökkva þessu streymi. Ef þú ert að horfa á sjónvarpinu eða hlusta í útvarpinu þá ertu engar áhyggjur af rauðaborðið framöndan. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is